Góða kvöldið öll, velkomin í úrvalsdeildina í Bridge. Í kvöld ætlum við að fara að spila 4. umferð af 7, þannig að mótið er svona nokkuð veginn hálfnað í dag. Með mér, eins og vikuna áður, er Gabriel Gíslason. Góða kvöldið. Velkomin Gabriel. Takk fyrir. Hvað eru að fara að sjá í kvöld? Hvað eru að fara að mætast? Fiskmarkaður Djúpavogs Og Máling. og Máling, sveitirnar í 4. og 5. sæti. Þetta verður hörkuleikur. Hörkuleikur. Það verður mjög skemmtilegt að fylgjast með þessu. Og það sem við erum að spila er þessi 4 efstu sætin. Einmitt. Þetta verður sem sagt 7 föstudag hjá okkur og eftir 7. föstudaginn Já. þá er vitað hvaða 4 sveitir halda áfram í mótinu. Gríðarlega stutt á milli frá 4. og upp í 1. Með stutt, Já. lítill munur. Alveg með ólíkindum að neðsta sveitin er bara með 7 stig undir meðal sko. Já. Maður bara manu alla eftir svona Akkurat. sko. Þetta gerir þetta bara ennþá skemmtilegra. Og hún er að spila í kvöld við efstu sveitina í svona hliðarleik. Já. Við erum ekki beint með þann leik í útsýningu. Nei, Við ætlum að fókusa í kvöld á leik fiskmarkaðins og Málingar. En við komum með nú kannski stöðuna í leik Hiltons og kvennalandsliðinu. einmitt. Og ef að kvennalandsliði vinnur í kvöld, þá er bara komnar í pakkan. Þetta er bara eitt pakki þarna. Já. Berjast þetta. Akkurat, þetta verður skemmtilegt. Mjög svo. Þessar sveitir, hvernig líst þér á þessar sveitir? Þetta eru austanmenn frá Já, Fiskmarkaður Djúpavogs. Þetta eru bestu spilararnir á austan, er það ekki? ég verður nú að segja það, svona okkur á milli, ég held nú svolítið með þeim. Já. Ég verður að segja það. Já. Að Maður nú aldrei að segja neitt svona, sko. Maður Nei. aldrei með einhver. Nei, ég ætla að láta það frá mér samt að Þetta eru allt vinir mann, sko. Ef maður Já. heldur þetta séu allt vinir manns, maður veit það nú ekki alveg, sko. Nei.
En jú, það væri nú gaman, þeir eru í 4. sæti, Já, en ekki með meðalskor. nei, Það er ótrúlegt. en það er gríðarlega stutt á milli, eins og það er bara 2 stig á milli 4. og 3. Já, og nokkur stig upp í annað, þannig að það getur allt gerst í þessu ennþá. þetta móti er bara búið að vera svo rosalega jafnt, þannig að Já, þetta verður svakalegt. sem að gera Næstu þetta bara ennþá vikur, skemmtilegra. Já, einmitt. er Næstu bara vikur að svoleiðis. fylgjast með þessu, sko, hvernig þetta endar allt saman. Einmitt. Spá í leikinn í kvöld, við erum að fara að spila 14 spil og við erum að fara að spila þess að 20 stig, það er hægt að vinna leikinn 20-0 mest og ef að leikur endar jafn í þessum impum sem við erum nú búin að vera, sem við spilum í Brits, þá fer hann bara 10-10 Já, og vera svona nokkuð jafnt þessi leikir já, í og útsendingu. vera það undanfarið. En ég ætla að skjóta á, ég ætla að vona að tippa á að Fiskmarka Djúpavogs taki þetta 12-8 í kvöld. Ok, þá ætla ég að Ég trúi þeim. segja 13-7 fyrir málningu. Ég ætla að halda hérna með, vera svona leiðilegur að halda með reykingunum. Já, við fyrir nú bara rétt í þessu ábyggilega að fara beint í spilin, sko, bara fyrir að fá fyrsta spil hérna upp. Já, þetta, ég veit það ekki. Ég hef einhvern veginn á tilfinningunni, þetta farið þannig. Já, Að þeir hafi þetta aðeins, en þetta eru 2 ólík kerfi, sko. Já, Austamenn spila svona sem við köllum meira meina sterkt lauf kerfi. Það sem þeir opna einu laufi með góðu spilin. já. Guðjón þeir eru í standard, ekki satt? Jú, Já, þeir spila standard og væntanlega sveitafélagarnir hinum megin líka. Já. Það er ekki víst samt, við sjáum það til með það einmitt. og eftir. Herðu, þá er þetta komið. Það eru þá bara byrjar Byrjum við ballið, fjörið, sko. sko. Ha, hvað er að gerast hér? Þetta er eitthvað skemmtilegt spil. Já. Norður væntanlega gefur, er það ekki það sem að... Það er nokkuð klós, kannski 4 hjörtu norður söður. Mm, Nokkuð klós, finnst mér, svona fyrsta bragði. já. 10-13, 2 hjörtu. Já. Við spilum það einmitt svoleiðis líka, ég og minn makker. Ekki bara hoppa í 4 hjörtu við því, eða? Jú, Það er bara... það er bara að spila. Þó að hérna Vestur sé með 13 punkta þá á hann nú ekkert inn í sagnið með svona jafna skiptingu held Það ég. er einhver fyrir að segja í þarna. Einu spila bara vörn. Já, fína vörn í 4 hjörtum. Já. Og eins og við sjáum sko þá þetta stendur vegna þess að Austur og Vestur get ekki hreyft laufi. Nei, Ef að Vestur spila laufi þá er því bara hleyft að drottningu. já, Og ef að Austur spila laufi þá þarfum við svo að hitt í það, setja 9 en ekki drottninguna. Þannig að besta, eins og spilið er, þá er besta vörnin hérna að spila 2 tíkli og svissi í lauf. já. Setja hann í test. Hann er kannski svona, ef maður myndi spila laufi, kannski bara fyrst núna að Já, það gerast þá, sko, hann myndi aldrei gera það með kongi, þá myndi hann bara spila makkir inn á tígul og fá lauf í gegn. Já, mitt, Þannig að þú átt nú sennilega alltaf að setja 9. já, Glæsileg vörn hjá Rúnari. Nú þar nú sagna, þetta er svona hann Stefán Kristmannsson sem er að spila spil. Þetta er svona góðar stöður til þess að stoppa aðeins og hugsa. já, Hér liggur þér ekkert á aðeins að fara yfir þetta svona. Tígu kongur út, hann á nú ekki ásinn. Hann er að spila með hann ofan að röð, sko, hann er að Vestur ætti að eiga tígulás. það er oft gott að gefa sér smá tíma í svona stöður, Já, og fljótt færa á sér, sko. Akkur er hann að spila laufi núna? Er ekki líklega hann eigi gósan en kongin? Akkur spila hann ekki tíkli og fær lauf frá makker? Hann kannski horfir á að hjartastöðuna og áskong drottningi spaða hann að þetta geti verið, þyrft að gera þetta fyrst, mjögulega hann hekja spilinu, sko. En eins og við sjáum, sko, þó hann seti drottningur í laufi, sem hann ætti nú ekki að gera, Nei, þá liggur samt spaðin 3-3 og þá getur hann sem sagt, tekið það áður hann fer í trompið og hent tíklinu sínu niður. já, akkurat, Þannig að hann hefði nú unni spili líka. En já. nú er þetta bara svona easy peasy. En þetta er bara flottur samlingur. Já, bara góð byrjun fyrir austamenn. Já, Fyrir þinn spádóm. já,
Einmitt. Nú spilið svona nokkuð, Já, má segja þægilegt. 100%, þú bara tekur trompið á anstöðinni og game over. Og nú á sagna við marga aukastlægi, þannig að þetta búið Það bara resti þessu spili. og fær 420 kall. Hefði til dæmis Guðjón átt kóng 10 laufi, þá var laufsins mjög gott sko, en Já, það getur líka verið, en að því að Spaninn lág 3, Já, þá hefði já, það já. skipt. nei, Þá hefði það þurft að taka sko fyrst tígul drottning já, og svo spila laufið hefði nátt það sko. já. Já. Að því að Norður átti 3 lauf sko, hann losna bara við 1 í 3. Já, span, svo já. hann spila 4. span og þá bara, það trompa bara. Jæja, við að giska á þetta spil falli Já, ég ætla að tippa það. eða 6 impa til fiskmarkaðarins. Það gæti líka endað þannig. Ég halla nú svona meira á þetta spil falli bara. Ekki með 7 lúsara hendi þarna kannski í opnun, þarna cirka. Já, Það er kannski að opna einu hjarta ef þeir spila ekki 10, 13 og 6 lit. Þetta voru náttúrulega bara 10 punktur á móti 11 Já, einmitt. og það var ekkert einspil. Nei. Þess að 1 spil í einni sort, það var ekki til staðar, þannig að jú, Það var ekki alltaf að tala um einhverja lúseratalningu og hann ekki bara með 6 að 7 lúsera. Það er ekki alltaf að opna einu hjarta með 6 lit og 10 punkta. Jú, líka með svona góðan lit. Já. Þannig að ég ætla að tippa á það að þetta spil falli. Þeir voru ábyggilega að spila 2 hjörtu sem aðeins sterkari opnun heldur en veiki 2 sko. Þetta sýnir ábyggilega nokkuð svona góða veika 2 sko. Það myndi giska að vera að spila þetta 10-13. Já. 9-12 eða eitthvað svoleiðis. Allavega, þetta er alltaf gott að fá svona spil inn. Nú, Heyrðu, já, já. Já, þeir græða það 2 impa á þessu. já, það er bara Þetta málið er áhugavert. að Hann hefur opnað mögulega hjarta og 2 tíklar inn á já, 4 hjörtu og þeir hafa fórnaði 5 tíkla. Líklega. já, með dálítið jafnar hendur finnst mér. Já, Að vera fórn á jöfnum hættum. já, sammála því. En svona, maður vill, sko, þegar þú ert að fórna á 5. þrepi á jöfnum hættum, þá viltu nú eiga helst 7 liti eða góða skiptingu eins og 5-5 eða Já. 6-4 eitthvað svo. Það var svona ansi jafn báðar hendur. Já, en það var nú ekki dýrt. Þeir töpuðu 2 impum á því. Nei, já, mitt. Hann átti nú ágætis vörn í 4 hjörtum en 10 lásu lauf kóngin og hjarta ásinn. Þannig að spilur hvort hann hafi sagt 5 tíkla til vinnings eða... Já, hinn náttúrulega var með einspil í hjarta en 3-3 í svörtu, sko. Mitt. Dálítið svona mikið, sko, þetta er svona getur verið að það hefði gengið 1 hjarta 3 tíklar inn á kannski. Já, getur verið. Það var með... Var hann ekki með kóngdrottningu 7 í tíkli? Já. Og þá kannski finnst hinum hann ekki eiga mikla vörn. Nei, samt með alla þessa tapslægi, sko. Mitt. Ekki hrifin af þessu. Nei. Já, líklegast að hefur þetta gengið 1 hjarta 3 tíklar. Já. Nú er greinilega eitthvað vesen með Rílbritsi, við fáum ekki næsta spil. Það er búið að spila þetta hinum megin. Ég veit ekki hvað það er. Þeir sem við erum að horfa á hér í kvöld eru Rúnar Einarsson og Guðjón Sigurjónsson. Þeir eru í austur og vestur. Stefán Grismansson og Magnús Ásgrímsson í norður-suður. Já. Já, þá koma næsta spili. Já. Þar. Vesturafnar á Grandi. Með 13 punkta. Er það ekki 10-13 Grandi hjá þeim? Geta verið 13-15 eða? Nei, ég held að spila þetta svona mjög veikt. Já, mitt.
þetta ættu nú að vera bara einhverju svona 4 spaðar. Já, sýnist það. Setur lauf í þetta eitthvað svona smá skrekk. Ekki mikinn. Hvað sérum ekki með laufið? Að spila, ef það kemur lauf út, Já, lauf út, já. það er nú svona best fyrir vörnina. Já, En ég meina, þú drepur bara og hendir tíglið, það ekki? Jú. Það hendir hjarta. já, Já. Þú tekið 3 tígul og trompa Trompað einn, með já. 10 og það Já, er yfir ég trompa. trompa. Já. Þá gefur bara 2 hjarta, þá meina, þú vinnur, slagur sem að fær trúlega alltaf. þú vinnur þetta alltaf, sko. Já. Þetta er bara Já. dálkur. Kemur hjarta ás. Ég myndi nú halda bara að Magnús myndi nú bara spila 3 hjarta þó að makkin frávísi, er það ekki? Jú, Þú sér þarna renur sinni í lauf í borði og hann það er ekki bara áskongi hjarta og meiri hjarta. Já, og reyna að fá eitthvað svoleiðis. Já, Eða nýjan komið að Svissi 10 gósa, kannski á makkar, já. eitthvað. Já, hann veit að spaðan liggur fyrir að makkir á nú bara 1 spaða, en að Ég býst nú við að hjartatvistun hefur verið kall, heldur það ekki? jú, ég myndi halda það. Svona. Þó að negi 4 hunda, þá á náttúrulega ekkert í tígli sem er kannski eini litur sem hægt er að spila. Ég myndi nú annað tvistur og 6, kannski mjögulega að sína hann sig eitthvað hann í laufi, eða Já, gætum kannski sett eitthvað herra ef hann herri hjarta og alltaf hann að fá tígulsins. já, Tvistur og 7, kannski 9, já. Eða bara frávísa eða frávisa. Við byrjum bara Já. að vill fá tígur, hann greinilega vill ekkert fá tígur. Nei, Þá veit Magnús að þetta er nú nánast vonlaust Já. sagna við með tígul ás og þetta er ekkert óvænt, hann spilir bara 3 hjarta nei, mitt. og reynir svo eitthvað. Tek hann ekki bara áskongi tíglu og trompa tígul, hann getur kannski trompa yfir þá hann bara rest. Já, trompa bara með Tíunni, já. tíunni, já. Og færa hann á hann. Og ef hann yfir trompa þá er þið bara sama, Já, þá áttu alltaf rest, mitt. alveg sem hvernig spilið liggur. Já, Sjáum hvað Guðjón gerir. Nei, Rúnar er að spila spilið, afsakið. já. Það er nú aðal gjafamaðurinn okkar í Já. Ísabandinu, hann Rúnar. Hann gefur öll spilin sem við spilum í klubunum og Hann er flottur í því. í brittskólanum og svona. Já, Já. Okay. þá tekur hann vantilega bara tígul ás og kóng og Já. trompa tígul með tíunni. Kannski, Lauf ásun undan eða eitthvað. Hendur já, tígli. ég getur gert það marga við, Já. spila spaða strax og Já, heim á tígul Já. og heim á, svo tekið já, trompa já, inn á tígul. og gefur hann bara 1 tígulslag. Já, hann er bara að fara að fá 10 slag, hann Já. er alltaf með 1 tapslag. Það var þetta að fara nokkra leiðir í þessu spili. Já. Hvernig þú sem þú spilaðir það? Ég þannig að giska á þetta spil falli. Já, ég held það líka. Þetta er svona nokkuð svona plain, svo ég segjum átt, sum spil í svona 14 spila leik verða nokkuð plain. Já, Það sem að ekki mikið sko sjens er að eitthvað gerist. Nei, nei, Svo er einmitt. náttúrulega, eins og við sáum síðast, þá náttúrulega getur nú margt gerst. já. Þá, Það er bara 10 slagir. já, nú brotnar tígullin ekki 3-3, þannig að tígull 10 er þriðislaga varnarinnar. Ég ætla að skjóta þetta falli. Já, Það er mér nokkuð eðlilegt. Já, jæja.
Við sjáum þessa hérna, ruslakistlu í söður. Já, Þegar við skoðum hætturnar, þá eru margir sko eins og í Evrópu og svona, menn eru fattin að opna bara á 2 hjörtum og svona rusl sko. já, ég er búin að taka eftir því mikið undanfarið. Já, Að þeir eru farin að opna bara á ekkert. Alveg. Mér myndi líða rosalega illaði borðið að opna á 2 hjörtum þessi spil með alla þessa tapslægi. Ég hef aldrei skilið þetta. Er þetta bara að virðist vera nýji britsin í dag hjá þessum mönnum að vera að opna á þessa ruslhendi? Ég hef búin að taka eftir þessi margoft. Já, 1 grand, 3 grand, útspil, annarkoð tígulega spaði, flesti myndi nú spila spað út, af því það var ekki spurt hálit. En hér spilum við bátt okkar lengst á besta lit. Já, það var ekki með góð svona kongið ás í tíkli, Og þetta nú bara mesta líkur að hitta einhverstaðar á hann þar. vel lukkað útspil. Já. Nú sagnaði náttúrulega bara að spila upp á yfirslægi, sko. 10 slægir. Hann á sko alltaf 4 lauslægi, alveg saman hvernig það liggur. Já. 3 á spaða, alveg saman hvernig það fer, og ás kongi tíkli. Já. Og svo hann með hjarta nokkuð svona þétt stoppað, hann hafði ekki áhyggjur af því mikið. Nú bara svínar hann laufi og svo endar þetta svo ekki bara í 9 slögum. 9 slögum fyrir, já, áskil. Einmitt 9 slægir. 9 slægir. Annað spil sem mjög líklegt til þess að falla, hann þetta byrja rólega hjá okkur. Ég held að hérna hann spilarinn í norður, hann Stefán Kristmannsson, ef ég mani þetta rétt, þá þetta svakalega Brits fjölskylda sem hann kemur af. Já. Guttormur og Pálmi og þetta. Já, þeir eru ekki 3 bræðurnir. Jú, já. Þetta er alveg. Heldur betur. Og við höfum kannski ekki átt svona, við höfum átt svona kannski aðeins hérna í Reykjavík, við áttum nú Siglufirði, það var náttúrulega rosalega bræðrasveitir og já. Það er gaman að þessu, þeir sem hafa gaman að ættfræði og svona, algjörlega. Maður sér þetta alveg sko í hvernig það hefur verið á heimilinu sko að vera, það hlýtur hafa verið talað mikið þegar þeir voru krakkar sko. Annars, það hlýtur bara að vera. Já, bara hlýtur að vera sko. 9 slægir, þetta er bara. Já, þetta er nú bara. Eins og það er. Já, ég man að síðast þá baðst smá aksjón sko og þá komu sko bara 14 og 15 yppum hægri og vinstri sko. Ég fann það á mér þá að það var eitthvað eftir að gera. Það var meðal að fá þið til að byrjum þetta aftur svo þetta fari nú að fara að koma smá fútt í þetta. Ég segi það. Já, við erum að þykir líklegt að þetta spil fallir. Já. Þess að maður geta hort á þarna sem stendur neðst, þarna VAF-P 934 1066. Þetta er sem sagt staðan eins og þetta myndi enda svona með tveim. Þá fer leikurinn svona. Já. Þetta verið fótboltaleikur, þá fer fótboltaleikur 5-3. Britsleikir fara alltaf upp í 20. Já. Svo þetta bara spurning hvort þetta sé 17-3, 16-4 eða 12-8 eða eitthvað. Akkurat. Það bara 20 verið að spilum. Einmitt. Og við sjáum að þetta er í brotum. Það bara til þess að gera þetta meira flókið, eða ekki? Ég hef aldrei skilið. Nei, mitt. Ég hef aldrei pælt í því fyrir þú segir það, sko. Þetta var fyrir svona 10 árum þegar þetta var öðruvísi, þá var þetta 25 alltaf. Já. Og þá var þetta að vinna sko 25-5 niður í 25-0. Þau geta náttúrulega heldur betur skipt máli, þessi 0,34 og 0,66. Já, það sem þau gera kannski er það að ef að sveitir eru kannski endamótin kannski með 60. Já. Þá eru þá alltaf komið fyrir aftan til, þá er svo ólíklegt að það endi líka jafnt í kommun. Já. Það gerir það verkum að það er létt að þurfi ekki að vera svona einhver önnur stig sem að ráða það hverju endi í 3. sæti eða öðru sæti eitthvað svoleiðis. Algjörlega. Þannig að það er kannski svona ástæðan fyrir þess að þetta sé gert svona sko.
Hvort heldur hann spila úr spaða tíkli hinum minn? Já, spurninga hver á út því að Já, hér var fyrir það, þetta 10-13 grandopnun og það getur verið enda í hinum Já, mitt. Við fáum að sjá það bráðum að eftir hvort það sé 3 grönd í austur eða vestur Eða kannski að svissi yfir á hitt borði og skoða það bara Já, það er spilað í hina hendina Mitt, Akkurat. það var bara öðru í þessi sagnir og Já, mitt. Hér nú gamlir hérna refir. Austur var náttúrulega einn okkar frægustu hérna, meðlimum í spurningakeppnum. Já. Og svo það Sigfirðingur, Steinar Jónsson og hann að spila við Eirík Hjaltason. Hverju spilaði suður út? Og svo einn þarna Kristmanns bróðirinn, Pálmi. Hann vantar bara Guttorm. Hvert var úrspilið? Það fór alveg frá mér að það. Já, sko, Vestur meldaði 2 hjörtu, þannig að hann spilaði ekki hjarta Nei, en... Já. Hann ekki spilaði bara spaða út eða eitthvað. Nei, tíkli sem það bara. Hjarta ás, var það ekki úrspilið? 10 gósið fyrir ekki? Já. 10 gósið. Já, það er... kannski átt að kannski komið nú samt með hjarta þó hann hefði melda hjarta það getur stundum átt eitthvað smá þarna drottningu 9 ég segi það sko ef við ekki að fara bara ef við kannski að taka eitt spil hér tökum eitt hér tökum eitt hérna sjáum hvað að gera hér kemur nú bara svona Þeir spila 14-16 grand? Já, ég myndi giska að Eiríkur spilaði ekki 15-17 grand, hann hefur aldrei gert það. En þetta greinlega 14-16 og því að Steinar fer beint í game með 10. Sko. Eða það verið 12-14 þá myndi hann nú sennilega bara passa sko. Akkurat. Þannig að við getum fundið út í því að þetta er 14-16. Hérna held ég að komi bara, Þetta er svona spil sem þú gætir spilað Annarkort hjartaði spaða trúlega Já Kemur ekkert óvart að kemur bara út lítið hjartað eða lítið spaði Nú sjáum við allar hendur og við sjáum að sko lítið hjartað er ekki gott Spaði er eiginlega betra en þetta er ekkert óeðlilegt útspil Sko ásatnir sko maður vill helst reyna að brjóta út lit heldur en að vera að spila út frá svona lélugum ás og makkir á gósan til dæmis eða 10 og gósin í borði og sagt að við gera einhver mistök setur hann ekki upp þá hefnast þetta oft Liggur laufin nokkuð þægilega 3 fyrir Já, hann á núna sko 4 og 10 3 og lauf og 2 og hjarta beint sko. Hann er alveg bara komið með 9 slagi og vonandi fáum við ekki bara hérna 3 grönd stettstæði en þetta er aldrei merkilegt sko þeir sem eru kannski að horfa hérna svona kannski með okkur í fyrstu sinn að þetta er nánast algengast í samningu nýbreyts 3 grönd er fæsti slæðir í game og það er bara en svo eru við oft í 3 gröndum við kannski ættum ekkert að vera því við flesti brispir er svo gráður og vilja fá bónusinn Þannig að þetta er svona Með spað út líka en ekki með 9 slagi þrótt að koma út spaði Jú, það er 9. slagi líka Það var ekkert sem að tók þetta niður eins og spilið var, þið vist að laugu var 3-3 Og spaði upp og kong og hjarta í gegn þá er bara lítið hleypur á 9 Einmitt Nú er sagnaði væntanlega bara að fara í borð til þess að nýta sér laufið Já Kannski að lega að kasta þess af sér Já Hann er alltaf með hjarta ásinn sem innkomu og liggur svo sem ekki á að fara í laufið Nei, einmitt
Það var 9 slagir sýnist mér. Já. Hann fær aldrei spaðasla sagnar. Nei. Og Örni verður þá búinn að já, nú ákveðin að spila litlu laufi að drottningu. Tían var nú ekki gott spil, sko. Nei. Nú eiginlega veit hann að þessi 10, 9 og 100, sko. Það kannski hefur verið betra að setja fjarkan og svo 10 og fela 9. Einmitt. Þá kannski svínar hann fyrir 8 setna meir. Sjáum það, sko. Ef þess að sett austur hefði sett fjarkan í laufi og nú leggur, og næst þegar hann tekur og leggur niður laufa ás. Já. Dúkkar einu sinni. Nú hann bara komið 9 slagi. Það bara... Já. 10 lauf hjarta ás og 10 lás eins og það Það setur enginn 10 upp með 10 fjarka. Nei. Einmitt. Þannig að hann ætti nú að hitta í þetta. Já. Og nú tekur hann ás og drottningu. Nú kemur hérna drottningin í og nú leggur hann niður lauf ás eða gosa. Já, kannski að það komið fjarkin og 10 síðan, sko. Einmitt. Þú veist, þá hann í... Það var svolítið... Ekki hann að fara að svína. Svo hendur hann, þetta er... Svo hendur hann lauf 9, þetta er svolítið áhugavert. Hann er kannski alltaf að láta hann það, að spila sjálfur laufi á 9. Það var svolítið þægilegt fyrir Eirík, mínum að þið. Sérstaklega hvernig hann hendi í laufstöðinni. Allavega það var að láta hann allavega hafa fyrir því. Einmitt, sko. Já, við höfum kannski að fara núna aftur á svona aðalborðið. Já. Það væri gaman. Já, sjáum við með þetta er að fara að... Nei, hann sérst að spilaði lítið á gos. Já, einmitt. Það var önnur staða þess að hann spilaði á drottninguna. Þá getur það hefur verið áhugavert að sjá lauf og fjarkan og lauf á 10 hvað hann gerir þá, sko. Og 10. Já. Kongur. En nú hafði enginn innkoma í borð til þess að svína laufi. Hann er bara nýttur til þess að taka lauf á sín. Þannig að þá dettur þetta allt saman. Þá eru þetta spilar að fá enda í 3 gröndum sléttstaði líka, þannig að staðan er nú bara ennþá 2-0. Já. Við erum bara komin í ykkur aðra íþrótt en bridge. Þetta er ekkert bridge-tölur, sko. En bara 4 spil. Þetta er allt rólegt. Nú eru 3 spil sem er búin að fara eins á báðum borðum í röð. Það var bara fyrsta spil þarna þegar þeir tóku þarna fórnina í 5 tíkla. Hérna er nú kannski eitthvað svona smá eða hvað, er þetta bara eitthvað 4 hjörtu? Já. Það laufslagur og 10 slagur og trúlega hjartaslagur, þannig að það hitti hjarta til þess að 11. slagina. Já. Norður sem hefur leik á einu tíkli og austur á nú eðlilega hjarta innákomu. Það fann enginn í suður að melda á þetta rusl. Nei. Og nú getur komið 4 tíklar. Það er bara gott reis á það. Já. Fær 2 hjörtu, 4 hjörtu. Já, segja 2 tíkla og fá 2 hjörtu og segja núna 4 hjörtu. Já. Gæti makkir átt 200, hjónin 5. Já, mögulega. 200 á sin 4. eða eitthvað, þú veist. Það er bara 9 punktar.
Já, stemma. hvað á norður fyrir opninni þarna, Já. kannski ólíklegt að Ég dálítið þannig spilara, ég hef dálítið gaman að þessum Splinter sögn, já, sína einspilin. Maður veit aldrei stund já, makkar einhverja 3 hunda þarna og Kosta kannski geti kannað kannski bara í leiðinni sko. Hvernig það kemur við hann ef svo skildi vera að nætti þarna þessi réttu spil sko. Já, ég mynd til dæmis ef að makkar á núna, þú veist, drottningun í spaða, hjónin í hjarta og laufa ás. Það eru 11 punktar og skiptinguna 5-3-3-2. Já. Á hann að gera meira við 2 tíglum? Ja, það er ekkert átúr. Nei, það er ekkert átúr. Þannig að í mínu bókum þá nú Guðjón ekki alveg að melda spilið út. Nei. En eins og oft í Brits, þá sleppa menn nú með þetta. Já. Það er svona dálítið svona letilegt. En það er náttúrulega bara alltaf enda í 4 hjörtum. Austur náttúrulega Rúnar getur ekki átt verið spil, sko. 10 kongurinn og... Ef hann nætti kannski lauf á sín og kongdrottning í hjarta, þú veist, þá var þetta... Já. Þetta var nokkuð klóð, sko. Það kannski kostar ekki til hann að sína bara það. Já, Nei, þetta er alveg örg. Já. Það er 2-2, þá spil ég búið. Já, ég segi það. Og nú getur hann tekið... 11 slagir. Já, nú getur hann tekið, sko, hjarta ás og tjekka á spaðanum, hvort að drottningin dettur niður þriðja. Já, einmitt. Nú ætti hann að taka hjarta ásinn, held ég. Hann greiði ekkert að trompa 2 tíma, þá er hérna suður góðið með drámslag. Gefur bara 1 laufslag. Þú spil. Jú. Það er bara... Flott spil, sko. Já. Að fá 11 slagir. Já, mjög flott. Nokkuð þægilegum samning og kostar ekkert að svína þessu kannski, það vorti bara með 10 slagi í staðin fyrir 11 slagi. Já, semst, ef þessi svíning hefði ekki gengið, þá er spilið bara, þá þarf ekki að spila með, sko. Það bara trompar 2 tígla, þá er hjarta 2-2. Nú er hann að fara að gera þetta, taka hjarta ás, taka 3 spaða, gágut á drottningin detti niður þriðja, sem hún gerir. Hann hefur ekkert unnið eitthvað að gera? Jú, hann er tígulinn, sko. Já, í tígulinn, já, mitt. Hann veit náttúrulega laufa ásinni fyrir aftan kongin eftir að norður opnaði sagnir. Þannig að nú bara tjekkar hann að spila 3 spaða og endar með 11 slagi. Bara að segja vel gert. Vel gert, já. Mjög vel gert. Hann er ekki bara góður að gefa spilið. Nei, kann hann spilur hann líka. Hann spilar vel á þeim líka. Já, hann gerir það. Hann gerir það svo sannarlega. Heldur betur. Ég ætla að skjóta á að koma 1 impið þarna. Já, sammála. Ég held að Rúnar að fá 1 auka, 1 hérna í fyrir þetta. Það veitir ekki af í svona leik þegar staðin er bara 2-0 að skal fá 1 í viðbót. Já, sko, það sé 2-1 í hálfleik. Það sé 2-1 í hálfleik, sko. Það er 3-0. Þetta var rétt hjá okkur, við giskum á þetta rétt að... Ég ætla að vona að það var að koma meiri spenna í þessi spil, svona að þetta verði kannski ekki alveg svona flatt, sko. Já, þetta er það sem að gerist þegar spilin eru gefin algjörlega random. Þá geta koma flugveldasýningar og svo getum við fengið svona kapla, en við hefum nú... Hvernig hvort að koma eitthvað aksjón í eftir spilin og leikunum farið kannski 8-5 eða eitthvað, sko? Það eru 9 spil eftir. Það eru 9 spil eftir. Þetta gæti ennþá enda í 40-50 og maður veit þetta aldrei, sko. Í þessum skala þarna, VP-skalan þarna, sem staðan er 10-97-9-0-3. Já. Ég man rétt, sko, þá þarf 57 til að vinna fullnæðinsigur, sko. Já, þetta er þá 20-0. Já, það er alveg svakalega mikið sem þarf í 14 spilum. Það er bara, þú þarft á bara að mæta og gera ekkert rétt, bæði pör. Einmitt. Annað eins hefur nú gerst samt, það er... Já, ég tappaði oft 20-0. Já, sama hér.
Það bara, þannig þetta spil uppbyggt. Já. Maður veit aldrei þegar maður að spila, það geta bara leið illa spil. Einmitt. Ég var nú að spila leikun daginn þar sem við vorum held ég 20-30 undir eftir fyrstu 3-4 spilin og svo komið 4, 10 eða 12 kallar inn í röð og við unnum leikinn, þannig að það getur allt gerst í þessu. Unnum ekki með 6 eða 8? Unnum með 6 eða 8, já. Þetta eitt þegar maður að spila sveitakeppni að halda áfram. Einmitt. Og það búið að ganga illa í byrjun. Já. Maður veit aldrei, kannski kemur smá stuð í lokin. Ofta það gengur illa að passa að það fari ekki of mikið í hausinn á manni. Það getur gerst það þarf að passa sig á því, alveg innilega Sem eitt það erfiðasta í spilinu. Já. Hvernig maður meðhöndla slæmspil. Einmitt. Því að þú munt alltaf fá þau. Já. Það engin brittspilari í sögunni sem hefur spilað brittfoss að fá nokkuð slæmspil. Nei. Það bara þannig. Það svo mikið svona gisk. Þú ert svo mikið að giska í britt. Já, akkurat. Þú veist ekki allt 100%. Hérna gefur skipting. Nú erum við að tala saman. Hérna ég var að bíða eftir þessu. Já. Hérna getur eitthvað gerst í þessu. Rúnar með 7 lit og 4 lit. Nafni minn Ásgrímsson með 6 lit og 6 lit. Já. Svo nú bara Guðjón með eitthvað þarna 5 lit og 4 lit. Hann eiginlega bara ekkert með Og svo annars 7 litur í norður. Austur hefur sagnið og hann vil nú bara byrja á 4 spöðum. 3 spaðar, já. Ég hef nú svolítið áhugavert. Ég hefði alltaf opnað á 4 spöðum að mínum mati. Já, ég myndi nú samt ekki gagnrýna þessa sögn. Nei. En svona eins og minn stíl þá mér finnst þetta þó þetta sé áhættu gegn, þú ert á rauðu á móti grænu, þá viltu kannski aðeins betri spil en þetta Þú þarft svo lítið hjá makker, 2 hundi spaða og hjónin í laufi. Akkurat. Það bara minn stíl. Ég með 7-4 og þá ég alveg, opna ég ofta 4 spöðum einhvern veginn, þá bara tekið því. Og nú erum við sennilega að fara að fá einhverja tölu. Já. Sjáðu hann skellti sér inn á 4 spöðum hérna með 6-6. Og sjáðu nú hann Guðjón í vestur, hvernig hann tekur á móti hjartan og tíglunum. Hann tekur vera á móti þeim. Já. Þetta spilið væri þannig, þeir spila 5 lauf þarna, ef þeir ætla að fá að spila það Það langt best 5 lauf eru Hvað þýða 5 lauf hann í stöðinni? Ef hann sína, veist Já, þetta nú það sem að engin brittspilari á Íslandi hefur nokkuð tíma rætt sína milli. Hvað svona hvort þú segir 4 grönd við lálitina og bara 5 lauf og 5 tíkla bara eiginlitur. Já, mitt. Og þetta ætti að þýða það. Ég meina 4 grönd þá ekki bara, veist, ef hann alltaf velja á milli. Já, melda svo bara 5 lauf, hann bara passa með drottninguna blanka, einmitt. Einmitt. Þess að 4 spaðar væntanlega hjarta og lálitur. Já. Annars hefði hann sagt 4 grönd, sem eru báðir lálitur. Já. Það ekki bara einhverju 2 litir. Já, Guðjón, hann náttúrulega, þetta hefði verið á britsborði, þá var hann búinn að brjóta borðið, hann að dobla svo fast núna. Þetta rosalegt. Okkur passar ekki sér bara. Hann kannski ekki kláraði hvort það sé sinn eigin litur eða hvort það... Eins og ég sagði við þið, alla svona stöður eru svo viðkvæmar og ef menn hafi ekki talað þetta og ákveð sín á milli, þá bara gerist svona. Og þetta nú ekki, allavega finnst mér þetta ekki óvænt að þetta var ekki rætt. Nei. En auðvitað ættu 4 grönd við doblunu eða pass. Já, þetta var... Já, lítur hann nú að passa. Góð ákvörður hjá norðri. Ok. Já, á hinu borðinu endaði þetta í 5 tíklu dobluðum. Nú skulum við skoða hvað þetta fer mikið dán með bestu vörn. Þú þarft að spila trompi út. Já. Þá fá því spaðarslag. Þá fá því besta vörnin í laufum. Lauf á sin út. Eða bara lítið lauf. Já, lítið lauf, já. Annarkort og þá færðu með bestu vörn 3 slag á spaða, 1 á tígul
og 1 á lauf. Já. Og fær semst 4 niður. Núna getur hann sko, að því að laufa 9 er hérna blöng í vestur og þú átt þetta kongosa 10, 8, 7. Já. Þá getur hann trompa 1 spaða núna með lauf drottningunni. Já. Og þá þarf hann að fara sett heim og taka hjartás, heim á 10 lás og trompa spaða. Og er hann þá ekki 500 dán? Þá gefur hann 2 spaða. Með 9 slagi? Já. Mitt. Ok, 5 tíklar, það er nú, sko, nú er bara best að dæla hérna spöðum, en já, kannski best að spila trompið þar út líka. Af því að sko, það fyndna í þessu spil er það að þegar þú ert að fara að trompa hjarta í tíklum Já. Og trompa með þristinum, þá á hérna Rúnar í austu bara tvistin. Já. Hinn á sko kong drottningu 10, 6, þannig að hann er ekki að trompa yfir þristinum. Mitt. Þetta er bara 9 slagir. Já. Spila bara spaða og trompar og færa hann þessa laufslagi sína. Já, nú er þetta spil búið. Nú skulum við nú er gaman að fara yfir á hittborð. Við vitum að þetta endar í 500 kalli til málingar og nú er gaman að sjá hvað þetta endar sko. Kannski að fá að fara yfir á hittborðið. Já. Þar gekk þetta 3 spaðar pass. Takta eftir Gabriel, bæði pörin opna á 3 spöðum. Já, ég hefði opnað með 4 spöðum. Ég veit ekki hvað er eitthvað með 7-4, þú þarft svo lítið frá makker til þess að svo 4 spaða standi. En hvernig á hann að geta metið það að reisa í 4 spaða með kannski, kongi eitthvað, það hann veit ekki að þú þurfir svona rosalega lítið. Makker passar, nú horfum á Eiríks hönd og nú koma 3 spaða, 4 spaða, nú ertu utan hættu gegn á. Já. Akkur fórnar hann ekki sjálfur bara í 5 laug með 3 spaða? Já, mitt. Ég meina, og auðvitað kannski, ok, nú nátti Makker 6 hjört og 6 tíkla, en venjulega Makker miklu meira svona jafnar í hönd en það, sko. Já. Það fannst mér skrítin ákvörðun á þessum hættum að taka ekki þess að fórn. Á hverju hefur þú opnað með þess að 7-4, Maggi? Ég hef opnað á 4 spöðum. Já, ég hefði gert það líka. Þetta hefði verið laug kongur en ekki ás. Ég meina, hvað gerir með áskósa 10-7 og kannski eitthvað kong til hliðar, skilur? Hjarta kongin eða eitthvað og svo bara eitthvað hunda hana 7-2-2-2, skilur? Já, þá hugsaðlega... Stóru munur á þessari hendi og... Þá hugsaðlega hefði ég getið opnað á 2 spöðum, sko. Málega það, sko, þegar þú ert að hindra þessum hættum. Já. En sko, vandamáli hér að segja bara 3 spaða er það að þú veist aldrei hvernig hendurnar, sko, þú ert með 2 einspil, þá getur þetta fitta rosalega vel. Já. Og svo illa núna þegar Makker á hjón og svona. Já. En nú átti Makker það góð spil að þú stendur nú alltaf 4 spaða, sýnist mér. Léttilega. Ok. Ég finnst það að vera eitthvað skilgreining á milli 3 spaða og 4 spaða, skilur. Þetta Makker að sjá hvað hann er að lifta eða ekki. Já, þetta á alltaf snúast hætturnar. Já. Hvernig þú hindrar. Nefnt. Ok, nú er hann að fara að trompa þetta. Gefur svo 2 tíur og 3 á hjarti viðbót. Já, hann er farið 4 niður. Ok, við hefum mistið eitthvað. Já. Og... Ég held að hann hefur alltaf verið með 9 slagi í þessu spili, 6, 7, 8, 9 held ég. Já, hvað fannst það? Já. Þá fær hann 2 enn og þá er það 4 niður líka. Það spil fellur bara. Þetta þá ekki bara falla? Þetta var þá bara svona eins og hinn 3 gröndin. Það gerðist ekkert. Nei. Jú, það gerðist mikið í þessu spili þó að það hefði ekki verið skoraðar impi. Nei. Bæði pör enduð 800 niður. Þetta var mjög áhugavert spil og ég myndi segja að þetta var góð spil til þess að koma nokkra stöð til þess að ræða með Já, mjög svo. Einmitt. Hvað þýddu 5 lauf? Akkur sagði ég ekki pass eða 4 grönd eða eitthvað á svona? Akkurat. Ok. En nú erum við komin hérna í spil 7
og staðan ennþá nú þarf fiskmarkaður Djúpfoss að fara að skora eitthvað sko. Já, staðan bara 3-0 en þá það er dett í hálfleik. Við fáum að sjá eitthvað smá inn. Þessi svona tígull og við sjáum hérna, það er svona hérna í horninu, það verður að segja að sögnin ekki eðlileg. Þetta bara svona punktasögn sko, þeir spila sterkt lauf. Hérna í þessu spili verðist vera að þú stoppar í búknum, þá ertu bara í besta spili síns mér eins og það liggur. Þrátt fyrir að vera með 24 punta hann á milli handana síns mér. Fyrir ekki, 25 punta, gamestyrku. Hér sjáum við spil Austurs. Hann er með 3 hundi í hjarta. Já. Og Norður búinn að segja hjarta. Þess að það kannski gott að geta sagt dopp svo að makkir sér kannski að spila spili til þess að ef að makkir á kóngin í hjarta. Já. Og til dæmis eins og í mínu partnership þá hafði ég getað sagt við 2 spöðum 3 hjörtu sem þýðir ég á 3 hunda og þá ef að makkir á 3 líka. Já. Eins og drottningun eða eitthvað, þá veit hann að það er að koma að stunga sko. Já. Þá getum við stoppa kannski með 24-5 punta. En doblið? Er það, hver er hann að sína? Ég myndi líta svo á úr því að melda 1 spá á fjólið að doblið bara neitar spaða sko. Já, það er ekki mál að spila það þannig sko. Mitt. Það var alltaf hérna, ég man eins og þegar ég var að læra breytt sko, þá var nú strax komið að 1 spaði hér lofaði 5 lit og doppar, en kannski... Þetta gengir svona í mínu kerfi, 1 tígull, 1 hjarta, doppl, 2 spaðar. Einmitt. Í vestur. Já. Og endur trúlega var í 4 spöðum hann. Já, þetta er náttúrulega sko... Það er búið að koma inn á hjarta og þú ert með 3 lit. Já. Og 7 tekur ekki undir. Nei. Þannig að ef að makkir á 3 hjörtu, og það er ansi marga punkta í game. Já. Þetta er svo vont að eiga þetta lengt sko í litanstöðunar. Það sért nú líklega alltaf í geimi með lágmarki 24 milli handana sko. Eða svona þannig, opnuna móti 12, eða svona. Já. Já, sérstaklega á hættunni. Já, mér finnst þeir eiga að stoppa í þessu spili. Já. Absolutt sko. Austur á að gefa ykkur áskorun og vestur á að passa. Nei, vestur á takkir ekki. Sko, já, ég meina, þó að spili fara nú kannski 1 down, þá er það nú kannski bara allt í lagi að fara 1 down. Ef við skoðum þetta eins, munurinn að eiga 3 hundi í hjarta og 2 hundi í hjarta er alveg gigatískur. Já. Þetta oft bara einn ásnastu sko, í tapslugum. Þetta svo rosalega veikt að eiga þarna 3 lit. Þetta var interessant spil, sko. Ef við ekki að fara bara aftur yfir á hittborðið. Já. Þetta main event, þess að ég myndi segja, í öðrum íþróttum. Herru, hérna nú eitthvað, 2 hjörtu doppli, nú komin eitthvað í þetta hérna. Nú kom hérna, lentur í, sko, að koma inn á veikagrandi, sko. Já. En það leikur nú bara 1 niður, samt. Já, það bara 200 kall og 100 kall. Það eru 7. Þetta nú ekki góð spil fyrir hjarta, sko, þessi svona, þegar maður á að doppla 2 hjört og 2 spaða fyrir 1 niður. Nei. Já, hann náttúrulega nei, já, ég myndi að koma nýtt spil hérna, já. Já. Við reiknum með að staðan sé 10-0 núna fyrir málingu. Já. Og þeir fengu 7 í síðasta spili. Og hérna nú svona... Já. 12. 2. Já. Þeir fengi 9, þeir fengi sem sagt
300, Hann bara farið 2 niður. já, 2 niður, já. Já, 400 þeim, það passar það 9 út, 9. Þetta var athyglisverð ákvörðun hjá Rúnari. Já, Segja 3 lauf, 1 Grandi. Ég býst við að það hefði bara verið veikt. Grandi hafði meir veikt. það er ekki bara 6 litur to play hérna. Já, Þú ert þú allavega, trúlega alltaf í 6-2, 6-3 fittinu allavega. Það er ágætis fínt á að... suðu doblar. Hvað? Passið að 3 grönd. 3 grönd bara. Já, Þú erum vantarlega ekki að segja 3 tíkla með 12 púnta þegar makker doblar á 3. nei, mitt. Makker hlýtur eiga opnun til þess að dobla 3 lauf. Og þú ert líka með svona opnunastyrk. Já. Ekki 3 grönd bara, Jú. fín sögn. Það er náttúrulega, til dæmis ef hann hittir á spaða út, það er alveg marga dán. Já. Já, þetta var nú lind. Já, passar bara þar. Kemur þarna. Nú komu 3 spaðar, já. Heldur hann dobli þá 4 lauf? Það er... Vestur Já. lítur nú að segja 4 lauf. Makker er alltaf lengra lauf Já, en spaða. já. Já. Þá hlýtur hann að dobla. Það ekki? Jú. Og hvað? Já. Það myndi nú bara líða nokkuð þægilega í 4 laufum dobluðum þarna eftir dobla og 3 lauf hjá Makker. Já, þetta er... Fyrst það er svolítið lind að dobla ekki hérna, ég verð að segja þessar. Ok. Þetta á nú ekki að standa. Hvað ef að giska á 2 niður? Já, ég ætla að það sé Gefur 1 á hjarta, 1 á tígul og 1 á spaða. 1 á spaða og 2 á lauf. 2 á lauf. Þú ert nú ekki við mikið að sko... Ég var 3 á lauf einhvern veginn, er það? Sko... Á hinu borðinu eru fiskmarkaður djúpháas í 1 grandi í austur-vestur. Það er líka svona Já. skrítið að austur... Já, kom ekki þetta inn á? Já, austur láti Makker spila 1 grand með 6 lauf og 5 spaða. Svona ekki venjan. Nei. Já, við erum búin að sjá nokkra svona skrítnar ákvarðanir, en það er nú bara gaman að því. Já. Það var nú ekki gaman ef maður var alltaf sammála öllu sögnum. Það verður nú að fá eitthvað svona sem maður getur aðeins. Styrkvöldur, já. Ok, þetta var nú bara fín vörn. Já, ég hefði viljað sjá dobli hérna hjá Stefáni hérna. Ég hefði viljað sjá það. Já, ég hef nú bara... Getið doblað á öryggið þarna. Ég hef nú aldrei meldað 3 tíkla. Nei, fyrir utan það. Stundu verður maður bara að melda geimin og vona að það standi. Já. Það hendur hann tíkli núna bara, eða? Já, geta losa, eða kannski að fara að trompa eitthvað. Nei. Ekki gott að losa sig við 10-10 hérna. Já. Já, svo sem allt er að trompa líka. Ok, spila tíkli. Spurning hvort það sé hægt að ná þessu
meira en 2 niður. Já. Það er nú góð vörn hjá þér. Já, Þetta er alveg bara... Ok, nú veit hann með, ansi mikið. Þegar kóngurinn kemur í spaða, veit hann á kóngdrottningu blá. Okay. Og nú verður að spila tíkli í borðið eða eitthvað og þá getur hann að spila laufi að já, og fer 2 niður bara. Þannig að það eru 2 impar í viðbót til málingar. ekki 3 niður sér. Sýndist það bara ekki -3. Já, ok. Það hefur verið flott að hafa 500 kalli. Já, þeir taka 3 impa hana. Sko, Já, já, þetta var áhugavert. komnir í blað. Já, já. Nú svona í spádómur okkar í byrjun og þau eru þeir að fara að skora Já, þeir eru að fara... þínir menn sko. Já, Þetta já. var svona 20 impa. Ég er bara akkurat þess að þetta, Já, en það er nú mikið eftir. Já, norður ekki að vera hér og passar. 1 tígull, 2 lauf inn á eða 1 spaði inn á. ég spila hérna eftir opnum tíkli, 2 tíkli hérna spað og lauf. Já, ok, þannig að þetta verður nú ekki gaman að lenda í þér í þessu spili. Já. Þér í þessu spili, uss. Þú spilaði 3 lauf háliti. Já, gaman að svona sagvenjum. Já, Þetta er svona skemmtilegasta sem okkur britsnördum finnst, það er svona eitthvað sagvenjur. Já, er ekki norður bara að fara að segja 5 lauf? Hann er ekkert að fara að Já. verjast í einhverju geimi með þessi spil. nei, nei. Og glæsilegt. Flottur Stefán. Og nú verður þú bara að melda 5 hjörtu, það er lítið annað að gera. Með 4 lítið hjarta og ren og... Flott 6 hjörtu hann eins og það ástrótting liggur í spaðir fyrir saman. Já, já. Það endar þetta trúlega bara. 6 hjörtu er miklu betur en það, sko. Þú getur kastað inn og Já. spáðum í... En það er spurning hvort hann geti mögulega kannski doblað 5 hjörtu til þess að fá út ekki lauf. Nú átti náttúrulega Magnús að melda 5 spaða. Það kostaði nú ekkert að tjekka Nei, nei. hvort að Maggi geti verið 6 þrepunur lærra í fórninni. Já, En þetta endar hér. Þeir eru ekkert að fara í slemmu hér. nei. Já, býttu nú við. Það gæti nú kannski þýtt hjá þeim mig langar að melda, já. Doblið. Ég veit að þeir eru búin að vera Þeir voru, mér minni það, ég spilaði við Já. um daginn að þeir voru með doblið þarna værið með langað að melda, Já, sko. er Því að þá... Og þá minni ekki, það. á þá ekki austur með eyðuna gamla á þetta? Einmitt. Það er spurning. Ég er eiginlega alveg vissum að doblið sé þarna með langað að melda, sko. Já, Og hinn doblar þá alltaf, sko. já. En þetta er nú bara svona spurningu hvernig spaðinn liggur og hann liggur ekki. Þannig að þú ert að gefa 2 hjarta og 1 á spaðan. Það er 300. Þetta er bara flott fórn hann. Þetta er góð tala hjá austamönnum. Já, Gefa út 300 í þessu já, spili. mjög góð. Það er ekki hægt að biðja betra en það. En þetta spil segir okkur rosalega, þið sem heima eru að horfa, hvað hættur skipta mikið máli. Gríðarlega miklu máli. Svona toppspilar eins og við erum að horfa á hérna, Einmitt. þetta eru svona mennur að fórna. Já, Af því að starffræðin í spilinu er þannig að þú mátt sko fara 3 niður
í norður-suður og það betra þó að sé doblað heldur Og 500 kall og kannski 620 hinum megin. það alltaf þannig að og þess vegna svona gott að eiga svona góða skiptingar og láta það vaða og fólk. Þetta nú ekki létt spil, það ekki mikill styrkur milli austur og vestur, þeir með einhverja 12-13 púnta á móti einhverjum 9-10. Já. Já, 10-11, já, og það bara, svona þetta. Þetta gerist bara eins á hinuborðinu. 6 laug dobluð. Þannig að það mistu austamenn að smá tækifæri. Já. Heldur betur séns að skora í þessu spili. Eru þið með einhverja sagnir sem getur sýnt frá þessum tveimur litum þarna? Þegar þið þarf að koma inn einu spað og melda svo lauf eða getur þið sýnt þetta í einhverju sögn? Já, við segjum hér, þegar mann rétt, 3 tíkla. Já, sem sýnir spað og lauf. Held það. Já. Ekki spurja mig svona, Gabriel, sko, ef best makkið mér væri nú að hlusta, sko. Það væri nú ekki gaman, maður. Jæja, austur hér. Þetta nú sennilega bara pass á hættunni. Þetta ekki. Nú sé marga að opna hann að maður að fylgjast með þessum mönnum hann á 3 tíklum hann. Já. Og þá það væntanlega sterkt lauf, það ekki? Ég nokkuð vissum að þeir spila sterkt lauf. Já. Austarmenn. Og eitt lauf hefur ekkert með lauf að gera. Það segir bara ég á 16 púnta eða meira. Já. Og svo segi ég seinna hver liturinn minn og svo. Já, einmitt. Þetta kerfi var fundið upp í Tævan. Já. Vissirðu það, Gabriel? Nei, ég vissi það ekki. Hann hét C.C. Way sem fann það. Já. 1 grand þarna gengkrafa það ekki? Jú, 1 grand nú bara svona, segi bara svona ég á enga 5 liti. Já. Og allavega 8 púnta og við erum alltaf að fara í game. Einmitt. Svo hvað flott núna, nú geta það bara að melda sér rólega, nú koma bara 2 spaðar og 1 tígull í honum hefur verið afmelding. Það hefur verið gamla góða afmelding. Já. 0-7 púntar. Nú kom bara 2 spaðar, 3 spaðar, ég ekki alveg dauður. 4 laug og 4 hjörtu og kannski bara endar hann í slemmu. Já. Sem stendur nú ekki. Og meldar hann í norður 4 hjörtu. Það verður áhugavert að sjá hvort að þeir stoppa þarna í 4 spöðum. Ég held að hann hafi ekkert meira að segja 4 hjörtu og 4 spaðar. Ég held að degið bara þar. Eða stoppa þar segi. Já. Nú náttúrulega kannski söður, makkir á enga punkt í tíkli, sko. Nei. Hvað var hann áskongi í hjarta? Það eru 7 púntar, spaðadrottning 9. Þetta nú ekki létt, sko. Nei. Já, ég ætla að... Já, hann getur kannski gefið 5 lauf og ég meina, makki getur þá sagt 5 hjörtu ef hann á þetta almennilega kjöt þarna. Sko, venjulega mætti söður ekki segja 4 spaða hér að því hann á 10 kjúm. Nei. Að þeir á fyrirstöðu í tíkla. Já. En eftir viss það meldar ekki 4 tíkla í norður, þá veit hann að það er slagur þar og makkir þarf þá að eiga mjög ás kongi hjarta eða ás drottningu og sýninga liggja og helst lauf drottningun í laufi. Já. Þannig að það er kannski svolítið teikninga. En sko það verður að koma 10 út til þess að bana stafmenni. Já, einmitt. Hún stendur með öllu öðru út. Það er kannski svolítið eftir sagnir hérna, það sé kannski æpir svolítið á 10 út. Já, suðu fór bara, já. Hljóman eins og suðu sem 10 vel valdaðan, en hún kannski doblar
fjögur löfa fyrir stöðsögn, Einmitt. 4 hjörtu fyrir stöðsögn. Núna eiga það bara að stoppa 5 hjörtum, myndi ég, 5 stöðum fyrir ekki. Já, þú segir það. Já, ég held að. Ég held þessi ekki að fara að gera það. Og margir þurfi þá að eiga Áskongi hjarta, Ásdrottningu hjarta og hvað, 2 lauf eða drottninguna 3 laufi. Ég veist, Já, þeir eru komin í slemmu. Þeir eru komin í 5 hjörtu þarna. Já, spurningu trómt. Já, svoleiðis, já. Og ég held að nema norður ljúi á í bakþanga. Mér finnst það svolítið keyrsla kannski eftir að komi dobla 5 tíkla og vitum það slagu þar, margir þar þá að kofera helst með Ásdrottningu hjarta, helst Áskongi hjarta og lauf drottningu. Kannski svolítið svona, hvað veist þeim ekki? Já, þetta er aldrei bjartsýni. Já. En sko, spilið nú, og með tíkli, þá nú spilið, þá nú hægt að vinna þetta spil. Já. Það bara að taka trompið og Áskongi laufi og renna niður trompunum. Já, þetta verður áhugavert að sjá hvað ég gera þarna. Ég ætla, það er góð spurning, ég veit ekki alveg hvað ég gera. Hvort þeir fara í 6 eða hvort þeir stoppa í 5 spöðum hana. Er hann ekki búinn að, ef að 5 hjörtir spurningu drottninguna, er hann ekki búinn að, ætla hann alltaf á hana, drottningu gosa hana? Já, stekkur bara í 6 spaða núna, segist ekki eiga neitt meira. Og svo bara rennur þetta heim. Já. Sex hjörtu, já. Já, hjarta kóngin. Var hann ekki að sína stegja Áskongi hjarta, hann er búinn að kjúa hjarta og melda svo 5, þú veist, hvað er hann að segja með 6 hjörtum? Já. Ok, nú skulum við, þetta er aldrei skemmtilegt spil. Nú kemur vantilega bara tígul ás og... Meiri tígul? Já, eða kannski lausfis. Eða lausfis. Og nú getur við bara drepið og laufa á, sem hann spila lauf 9 núna. Ég býst við hann að gera það nú ekkert endilega, sko. Nei. Samt, sko. Láta makkir vita hvernig laufstaðan er. Já. Og svo bara rennur þetta upp í svokallum skvís. Já. Þannig að vestur er með 4 liti hjarta og við sjáum að norður er með Ásdrottningu 10 þristi hjarta. Og hér getum við fara að horfa fram á það að hjartaþristurinn væri 12. slagurinn. Þegar að vestur verður að verja hjarta og laufi, sko. Já. Og hann bara getur það ekki. Nei. Magnað. Já, þetta er skemmtilegt spil. Mjög skemmtilegt spil. Og málning var í 5 spöðum sléttstaðið, fann ekki skvísinn. Okay. Já, Magnús, nafni minn. Ég skal taka sér smá tíma í þetta líka. Já. Hvernig spilið er. Það virkar eins og hérna austur eigi 6 tíkla og vestur 4. Já. Og nú á hann 3 spaða, þannig að nú eru komið bara hérna 9 spil. Einmitt. Og þá er ekkert mörg eftir. Og nú ætti hann að taka lauf á sinn frá sér. Hvað gerist? Já. Einmitt. Nú er hann með það, hann held að vinna þetta spil. Hann tekur lauf á og spaða þristinn og... Já.
eða hvað? Já, þetta er bara alveg búið. Þetta er glæð. Það var spilið sem við þurftum í leikinn. Já, algjörlega. Ok, það er smá aðeins að vanda sér núna þegar Ási kemur. Nú þarf hann að taka Ásakóng í laug. Ég vona að sé búin að vera að hugsa hans hvernig spilið liggur. Sko. Kemur nýjan. Ás. Og nú verður hann að taka laugkóng. Já, eða spaða og henda laufi. Á henda laufi. Nú þannig að hafa tali, sko. Já. Það er... Nú kemur kongur. Já. Það rúlar þetta bara upp ef hann með talningur, já. Þá komast þeir hérna 3 impum yfir, það var staðan 15-12. Þetta var glæsilegt. 16-12, já, það var flott. Það var glæsilegt. Hann fór algjörlega á kostum hérna. Herðu, það er bara komið ný fórustað. Já. Ég hefði átt að monta með þess meira áðan yfir giskun okkar í byrjun. Þetta er ekki búið ennþá, sko. Það er 3 spil eftir. 3 spil eftir. Þetta er að skemmtilega Britsi. Það getur allt gerst í því. Maður veit aldrei hvernig þetta fer, sko. Til dæmis ef að hjartakóngun hefði verið í austur, þá erum við að tala sko að málingir að rústa leikinn. Bara þetta eina spil. Hugsa ykkur hvað þetta er oft skrítið með þetta, sko. Já, þetta er svona smá lukka í þessu. Já. Það er heldur ekkert leiðilegt að hafa smá lukku með sér í þessu. Já, nú kemur hérna þessi tígull sem er þarna, þessi opnunar, þetta segist bara eiga opnun en ekki 14 punktur. Svona 11-13 og ekki 5 liti hálit. Þetta er svona precision tígull. Já. Og nú doblar hann, með... Þannig að þeir eru að spila mismöndi kerfi saman. Hinuborðinu meldan eitt spara með 5 lit. En þetta par greinilega doblar. Já. Nú myndi ég redobla í austur. Hvað sýnir það hjá ykkur? Hvernig spilir þið redoblið þeirra? Það lofar 2 hjörtum og 10 punktum. Já. Mér finnst þess að melda eitt spaða þegar Norður er búin að lofa 4 lit. Já. Þannig að ég veit það ekki. Það er nú kannski gott líka bara að vita 2 lit og 10 plus eða 10 ykkur punktur sem er mjög mikilvægt. Getur verið gott fyrir makkar að berjast áfram með 6 lit og svo. Þegar nú keypti hann bara samningin í einu spaða. Það voru greinilega ekki að spila þetta sem kröfu. En ég held nú að Vestri með þessa hundasúrur hafi verið sama kveik. Já. Hann veit bara hætta að melda. Já, komast út úr spilinu sem fyrst. Ég sá að hér eiga 4 samlegu í tíkli og hjarta Ási liggur ekki hjá opnara. Við höfum að fá þær fréttir frá hinu leiknum sem er að fara núna. Já, þá er kvennalandsliðið að spila við Sveit Hilton. Já, sveitina sem eru þarna, Hilton sem eru efstir í mótinu. Já. Og þeir eru að vinna smá sigur, eins og er. Þannig að þeir eru ekkert að fara úr fyrsta sætinu. Nei, greinilega. Nei. Þeir segja bara, við erum komnir hingað og hér ætlum við að vera, sko. Það var flott við þeim. Ok. Nú náðu hann að henda hjartanu. Sko... Nú held ég að sé best að spila bara hjarta, eða ekki? Jú. Eða spila tíkli á kóng og hjarta, sko. Það er mjög líklegt að Norður eigi hjarta Ásins. Suður er búin að sé, sko, 11-13 punkt og byrja með Ás kóng í laufi sem eru 7. Þannig að svona... Þetta er svo sem ekkert óæðilegt að fara bara heim á tíu kóng og spila hjarta. Já. Stingu kóng.
Sko, spaðtíja, já. Þeir eru að setja bara drottninguna þarna. Já, ok, og nú ætlar inn á tíu lás til að trompa eitt hjarta. Lítill spaði. Við erum að spá í að Þetta er að spila laufi. Spila laufi, Já. já, glæslegt. Það er flott vörn. Já, flott vörn. Og nú getur makkið trampað. Þetta er að spila tíkli. Hún er að segur í svo leika Já, Stefán. já. Alltaf svona ég man eftir fyrir einhverjum árum þá var hann nú kannski að spila minnst af þeim bræðurum. Pálmi og Guttormur voru öflugir. Já, Þetta er greinilega segur já, spilari. já. Það er mikið Sannarlega, í, sko. í hann sko. Ég sé það. Nú, Já, þetta var... Já. svo sem skipti ekki máli, Nei, hann nei. gæti aldrei fengið neitt meira. Nei, nei. Hann fæði bara 2 spaðaslagi, Það hann enda með 5, 2 niður, hann hafði 100 til fiskmarkari Það fellur bara. Nei, heyrðu. og hinir með voru í fitt Já, 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 og já, fá já. 5. Það fellur bara. Nei, heyrðu. Nei, Nei, ég fyrir ekki, ég er að ruggla þessu saman. Þeir áttu sko 10 úr 5. Já, já, þú veit það. Það er svona. Heyrðu, það eru 5 imparið viðbót. Þetta er svakalegt raun, var ekki 12-0 áðan? Jú. Þetta er að nálgast það, hvað sagði ég hérna í byrjun? Þú sagði 12-8. Það sagði 12-8, þetta er... Ég held að ég sé bara heim í fílu. Málning er ekkert að fara að gera þetta. Nei, það eru 2 spil eftir, það getur allt gerst í þessu. 3 spil eftir. Það er 3 spil eftir sig. Þannig að nú þurfa þær heldur betur að spýta í lóana. Þetta virkar nú samt svona, hvað? Það sjáum við, ef þau eru að pæla í hvað er vesturinn að gera opna á grandin ekki hjarta, þá spila það svona sem að grandopnin er 10-13 punktar. Já. Og nú kom Steimann og Dobb til að sína lauflit. Það verðist vera besta spilið, að spila bara... Og Besta spila. hvað áttu 11 punkta? Best að spila bara 2 spaða eins og spilið er. Já, 2 tíkla. Það er 2 tíkla. Og 5-3. Já. Ég veit nú ekki alveg hvað planið er hjá Austri núna. Þetta er svona eina af þessu stöðum, sko, hvað þýðir Dobb hérna og hvað þýðir núna þegar gefur pass, hvað þýðir pass? Já, já. Neitar það laufstoppur? Mitt. Það er mjög vinsælt að spila passi hérna sem að segja bara, herri, já, ekkert í laufi. Já. En ég get ennþá átt hérna hálit, sko. Það er þess að Já. koma, þú ert að fá svona auka ring Mitt. í sögnum. En nú getur kannski makkið redobla ef hann er sterkur eða sagt 2 Já. tíkla og til að segja, herri, ég á bara hérna, eitthvað í tíkli og við erum bara að fara með veikspil. Gætu 2 tíkla mögulega verið báði hálitir eða? Eða sko, þess að Ef hann til þeim 4 kerfi hér Já. er oftast þannig að redobli er sterk, þá Já. áhuga geimið að mig. Já. Og 2 tíkla er bara Steimann líka, Já. en ég hef ekkert áhuga á geim. Nei, mitt. En Vestur segir ekkert pass við því, þá segir hann 2 hjört. Já, mitt. Nú er ég bara ekki alveg kláraði hvað Rúnar og Guðjón spila hér. Nei. En ég vona að þeir séu kláraði. Já, mitt. Þetta er mitt þess svona stöður sem að þarf að vera með á hreinu eða að vera með. Já, sæll. Það verður ekki komið út lauf. Það var bara 3 grönd. Nú kemur Redolf sem er sem sagt þessi sterki Steimann. Og nú er búið að fá lauf út og allt maður ég minn eini, sko.
0,3 tíklar, alltaf þetta sé einhvers konar áskorun Já, og 3 hjörtu og hámark og 5 lit og 3 grönd og markadán. þetta er trúlega gengið 1 hjarta, 1 spaði eitthvað og endaði 3 gröndum hann í vestur og ekki komið út lauf. Já, bara hjarta upp í og svo Já, bara já. rúllar tígul áttunni og færð 4 á tígul og 3 á hjarta og 3 á spaða og lauf á og svo endar svo slægi. Já. En eins og við sjáum þá banar lauf þessu 1, 2 og 3. Já, þeir eru nú kannski að fara bara í 5 tíkla. Það er stoppið 4 tíklum. Já, stoppa hér. Og eru vantar að fara að fá 11 slægi, ekki? Það verður... Liggur vel. Það verður allavega 8 inn. Það er ekki rétt að mig, þú gefur bara 1 á lauf og 1 á tígul í þessu spil. Já. Ég geti verið að spura ykkur akkur ég segi 1 á tígul. Það er sko hægt það sem er kallað að tvísvína. Já. Þetta er 9 að fara í tíkli. Já, eða 8 eða lítið á 5. Það er svína fyrir að vona sem sagt að norður eigi kóng eða drottningu. Já. Þú ert að spá í 10-unni, sko. Að 10 sé ekki í suðri, hún sé í norðri. Einmitt. En það skiptir nú engu máli hvort hann gerir það eða ekki því hann er alltaf að fara að vinna fyrir tíkla því að þess að sjá spaða kongur liggur fyrir svíningu líka og hann er að fá 130 eða 50 þannig að fiskmarkaðurinn Djúpavogs er nú bara að bæta við hér heldur betur. Þeir fengu 430 þannig að þeir eru að fá 7 impa inn, sko. Þannig að nú er staðan 28-12 og það gerir nú eitthvað slattaði það ekki? Jú. Það hefur verið áhugavert að sjá hvernig hefur spilað. Ég heldur að hann hefur spilað út hjarta eftir hjartaopna frá drottningu 10-9 vindu eða trúlega kannski ekki einhver 1 hjarta, 1 spaði, kannski 10 lauf sem kemur til greina, kannski spaða 9. Spaða 9 líklega kannski. En vestur endaði í 3 gröndum. Já. Ég segir kannski ekki endilega sóknin að spila út hjarta hann í 3 gröndum hann kannski. Ég hefði kannski tippað á spaða 9 út. Hann er aldrei að fara að vinna þetta spil. Já, hann vinnur 4 tíkla. Já, hann er í 4 tíkla. Já, hann fór, já, nú var ég alveg röglaður. Þá erum við að reikna með að staðan sé 28-12. Já. Og ekki segja það séu 16 impar. Já. Er það góð starffræði eða? Það eru 16 impar, já. Já, þá erum við að tala að staðan er 14,5, 5,5. Já. Fyrir, þannig að Malling sko var í 5. sæti, þarna alveg, nú eru þeir... Þetta kemur Fiskmarkað Djúpavogs í nokkuð góða stöðu. Já. Þessi staðan er núna, sko. Það sem að var svo stutt á milli í stigalaðsi. Já, setur það í mjög sterka stöðu, sko. Allir sigra núna, sko, svo eftir kvöldi í kvöld, þá eru bara 3 leikir eftir og þá kannski, sko, þolur að tapa 1 leik og kannski 1 í að tefla og vinna 1 leik og þá ertu bara komin í topp 4, sko. Þeir þurfa ekkert að gera svo rosalega mikið. Þeir eru að fá svo fínan sigur hérna. En svo er náttúrulega spyr 13 og 14. Já. Þeir eru í góðri stöðu núna eins og þessu staðan er ekkert núna í toppmálum. Já, þeir eru það. Það spila bara ansi vel. Já. Náttúrulega stóra svingi í leiknu var náttúrulega þarna Slemman sér unnur glæsilega á skvís. Mjög flott. Það er ekki hverju degi sem að vinna Slemmu þannig. Nei. Og Magnús fær bara að gera þetta hérna í sjónvarpinu. Já, gott maður. Haft gaman af. Já. Gefur hann bara einn á spaða. Sléttaði. Bara 28-12.
Þetta svakalegt rönn. Það Sem gerir- 28-0 Já. rönn í gangi. Já, sem gera þá 14-42, 5-58 fyrir fyrstmark Já. Bjórs. Einmitt. Já, norður ekki að vera hér, hann á enga opnun. Og hvað þá austur? Eitt spaði, 2 hjörtu inn á. Já, Tveir spaðar. Tveir spaðar. Já. ekki bara Það 3 hjörtu. Jú, þetta Já. er náttúrulega með 5-3-3-2 og enga Já. spil, enga slægin einstaðar. Nei, En kannski segi 4 hjörtu. Rúnar, hann gæti verið. Það er kannski þannig að flýta sér og þarf að upp í Britsland að gefa nokkuð spil. já, það er spurningin sko. Það er landslýsæfing á morgun, Já. hann glemdi kannski að gefa í Já. þetta. Sko, Spurningum á doblið þarna hefur verið best núna, ná að spila bara 4 hjörtu doblið, en það er spurning hvort hann segir 4 spaða. 4 hjörtu eru 3, 4, 5 aðeins niður. ég held að Guðjón dobli þetta, já. Já. Og Það er, sko, kemur hjarta ás og nú er það Sissi Tíul. já, Hann ætlar að stytta hann. Þarna stoppa hann ekki neitt, fór ekki til við spilið. nei, Já. Þegar kemur upp kongudrottning Goss í 50 laufiborðið, þá á maður aðeins að hugsa. einmitt. Sko, skiptir þetta máli? Ef það kemur hjarta aftur núna, nei, það gerir það ekki. Kemur Já, tímudrottning, nú drepur hann, tekur spað ás Spila svo bara á laufi. og nær að spila 4 sinni laufi Já, og nær bara að henda 2, hann Já. nær ekki að henda 3. nei, Þannig að til þess að sleppa 1 niður, þá verður hann að dúka þetta. já, einmitt. Núna er hann komin 2 niður, sko. Okkur tók hann ekki spað á sín bara. Ætlar hann að Já, fá hann til þess að dúka. kannski hrættu þetta væri 4 þetta. Já, Hann grætti 1 slag á að gefa tíguldrottninguna, en nú sáum við í þessu spili, já, var svakalegt tempó hjá mönnum. já. Þetta er, Og gefa sér hans meiri tíma þannig. já, þetta eru svona spil sem að þarf stundum að fara aðeins í, Einmitt. stoppa. Það var nefnilega ekkert létt spil Nei, þarna og þetta var nei. miklar ákvarðanir og Já. margir impar sem að, Já, en sko, hann hefði farið 200 down, þá hefði þetta nú verið 8 í Já. staði fyrir 12, þeir voru Já. alltaf að fara að tappa á þessu spil. já, Herðu, þá bara jafnaðist leikurinn og nú fáum við loka spilið í kvöld. ég var svona meira að hugsa að ég hefði rétt fyrir mér með stöðuna sko. Já, auðvitað sjálfsögt hugsa það. Ok, austur opnar á hjarta hérna og vestur heldar spaða. Kom ekki bara 2 spaða núna, Já. þetta er ekki alltaf veikt í 3 spaða. Já. Sant. Close. Já, Sko, hjartað er ekkert voðalega gott sko þegar makkir á ekki samlegu sko. nei. Hann fer 1 down og teimur spöðum hinnum minn. Já, þannig að Það er- kannski eru þeir bara að jafna leikinn hér. Já, 3 spaðar er svona dálítið stórmelding. Voru 2 spaðar 1 niður. Maður sem Já, við svo- gefið 2 hjarta og 1 og 10 1 og 10. og 1 á spaða. Þannig að já, hann er bara ekki hitt í spaðan. 1 til 2 spaða, en það er samt spaða. Já, 2 hjarta, 1 og 10, 2 spaða. 2 Og spaða. einhvern veginn gefið 3 slag Já. á spaða sko. Það voru eitthvað Hvernig hvort, stinga þarna hjarta og þú veist, þetta liggur dálítið svona já, í einmitt. trompanir sko. Einmitt. Og þannig með Hann hefur gosa. farið í hjarta kannski eitthvað á undan Já, og og fengið svo- hann fengið 2 spaða þannig í norður. Já, og spaða á sín Já, hlut. já, já. Það hlýtur Já, bara já. að hafa gerst. Já, Að vörnir fekk þá Já. 6 slægi. já. Svo getur líklegt að hann farið strax í hjarta og svínað og, þú veist, og
eftir það þá var hann alltaf með spaða á sinn og trúlega 3 spaða, 1 tígul og Sko þetta spil geti hugsanlega fallið ef hann sleppur 1 dán Já, í 4 spil já, sem einmitt. alveg fræðilega hægt sko. Ekki laug 9 nokkuð normalt Jú, ég held það. eftir sagnir. Já. Þú býst við að sé einspil í tíkli í borðið sko. Já, Og þegar sagnir ganga svona 1 hjarta, 1 spaði, 3 spaði, þá er þetta oftast að maður á 1 spil í Já. laufi eða tíkli. einmitt. Maður á 5 + hjörtu Já. og 4 spaða. Já, Þá eru bara 4 spil eftir í lálitunum. já, Ok, núna ef hann spila spaða á kóng og meiri spaða, þá var hann bara 1 dán. já. Já, við getum sagt frá því að hinleikurinn búinn sem var spilaður á sama tímann í kvöld. Já, Það voru Hilton menn sem voru efstir í mótinu já, og þeir verða það áfram. já. Þeir unnu Það með einhvernum 14-15 yppum. 25-11, Já, það eru 14 yppar. 14 yppar. Og Ekki cirka 14 stig, ef það ég frá rétt með. Jú, það er bara eiginlega akkurat 14. Já, 14-6. já, Glæsilegt. Þeir alveg bara, þeir reyna bara alltaf ekkert að gefa eftir sko. nei. Já, sko, Hendi Lauf Ásnússon er ekki trompaður. Já, Glæsilegt. Taktar hjá Guðjóni. Og nú er hann að fara að gefa 2 slag á spaða. Já. Eða kemur Lauf og trompar. Já, gefur alltaf 2. Gefur Lauf og trompa og hjarta og drottning og Lauf Lauf og tromp og hjarta og Lauf og tromp. Lauf og tromp. Já, Og hjarta. þetta verða 2 inn sínist mér. 2 inn til Já. Djúpavogs. Þeir eru bara að fara að vinna hérna góðan sigur. Og hjarta Sterkur sigur hjá þeim. og Lauf. Eru þá að tala um þetta séu 3 niður. Og flott vörn. Þetta kannski bara gerst svona svipað Já, hérna. já, já. Það eru 3 rimpar, þá endar þessi leikur 31-24. Það er 7 í mun. Sem gera 12-8. Og Já, ég fann þetta á mér fyrir leikinu. hvað eru þetta margir bjórar á barnum sem ég þarf að borgaði fyrir Það er þetta góð gift? spurning, maður. Þetta var rosalegt. Nú bara að fara með hérna beint í getrunninar, hérna, eitthvað vantar að græða peninga. Bara Gabriel meitir allt saman. Þú skuldaði mér 1 bjór þegar við verðum hérna og Madeira saman hana. Einmitt. 4 spaða, 4 niður. Já, 32-24 lokatölu kvöldsins. já, það er sem sagt 12,44 og 7,56. Og þá er nú þessu bara lokið hjá okkur hérna í dag. Ég þakka þér fyrir að koma og vera með mér. Já, sömuleiðis. Takk. Gabriel minn, þetta var bara virkilega gaman. Já, virkilega gaman. Byrjaði rólega, Svo endaði fór að- næs og kom æsningur í þetta. Já, Fullt af skemmtilegu spilum mjög svo. og við sjáumst hér næsta föstudag. Glæsilegt. Góða nótt. Góða nótt.